Nú ætlum við að byrja að skoða hugtakið ósamstillta forritun eða asynchronous programming sem er eitthvað sem við höldum síðan áfram í næstu fyrirlestrum þar sem þetta er að mestu leyti það sem vefforritun gengur út á er í raun að skrifa forrit sem á einhverjum tímapunkti bregðast við einhverju sem er þá yfirleitt eitthvað sem notandi gerir. Þannig að við segjum þegar einhver ýtir á þennan takka þá gerist eitthvað. Þegar það er búið að sækja þessi gögn, þá gerist eitthvað og þá er þetta þannig að hún er ekki, forritun sem við skrifum er ekki bara að keyra frá fyrstu línu í gegn, hugsanlega farið og kalla einhvern klasa eða eitthvað föll og skila svo einhverju niðurstöðu í lokin. Heldur erum við með forrit sem að keyrir og er í raun tilbúið til að keyra svo lengi sem vefurinn okkar er í gangi. Og þá getur þetta verið þannig að við erum með einhvern vef, við erum með einhvern takka, þegar við ítum á takkan, þá keyrum við eitthvað fall sem sækir eitthvað gögn, sem sækir gögnin, vinnur úr gögnunum og síðan skilar þeim til notandans sem þá getur ítt aftur á eitthvað takka sem að gera þá einhverjar aðrar aðgerðir. Þannig að þetta er allt í raun svona, þetta er allt ósamstillt, allt asynchronous. En þá þurfum við í raun að fara að beita öðrum aðferðum þegar við erum að nota þetta, þegar við erum í raun að vinna með þessi ósamstilltu forrit. Og þetta er þá líka bara almennt séð þegar við erum að vinna forrit, þar sem við erum að sækja hluti í minni, þá er það allt afskaplega hratt. Þegar minni í raun bara tekur einhverjar millisekundur að sækja. Síðan getum við verið að sækja hluti á disk og þá fer það eftir í hversu stór skráin er, eða hvernig disk við erum á. Erum við á SSD-disk, erum við á gömlum disk sem er með snúandi sem snýst og þá erum við fann að tala um að þetta getur tekið einhverjar kannski 20 millisekundna eða þá erum við að sækja skrá sem er rosalega stór, þá getur það tekið kannski sekundur og síðan höfum við að fara að sækja þetta yfir net og þá milli tveggja tölva, þá er það yfirleitt hægara. Og það er þá í raun eins og ef við erum að sækja þetta á milli tveggja tölva á Íslandi, þá er það frekar hratt. En ef við erum að fara að sækja til Kaliforníu, þá erum við bara bundin af hraða ljóssins. Það mun aldrei vera hraðara en eitthvað 50 og eitthvað 60 millisekundur hvora leið fyrir bara gögnin að ferðast yfir heiminn. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að taka til greina og það er ekki hægt að skrifa forrit þar sem við gerum bara ráð fyrir því að allt gerist samstundis. Við köllum í þetta og við fáum gögnin strax. Við gerum þetta og við fáum gögnin á einhverju tímapunkti og þegar sá tímapunktur kemur upp, þá gerum við eitthvað við þau gögn. Og það eru leiðir til þess að gera þetta og það er að nota þessa ósamstilltu forritun sem er þá ég vil kalla async, ég skal kalla það frekar async forritun sem er þá ólíkt synchronous forritun sem að gerist allt línulega. Og þau keyra bara línu í línu, eitt fall í einu og eru bara keyrast yfirleitt bara svona nokkurn veginn línulega í gegn. Stundum fara út fyrir og koma svo aftur og keyra svona auðveldara að hugsa hvernig þau ganga og hvernig þau keyra. Síðan er hægt að nota þræði og þá ertu með einhvern svona grunnþráð sem býr til annan þráð sem keyrir einhverja vinnslu og hugsanlega kemur hann tilbaka og skilar einhver aftur í main þráðin. En það er ekki í raun í JavaScript. JavaScript keyrir bara á einum þræði og JavaScript notar asynchronous forritun og notar event loopu sem við förum ekki nánar yfir í hér en er í raun aðferð til þess að halda utan þessa hluti sem eru að gerast til þess að geta útfært í raun asynchronous viðburði, atburði á einum þræði. Og þá er það líka mikilvægt að ef við erum ekki í raun að nota svona asynchronous leiðir að til dæmis ef við myndum skrifa JavaScript forrit sem myndi sækja eitthvað yfir net og við myndum bara bíða, forritið okkar myndi bara bíða á meðan það var verið að sækja þessi gögn og ekkert annað gæti gerst. Þannig að þá var upplifunin fyrir notandann afskaplega slæm að þá myndi ég íta á eitthvað takka sem myndi sækja eitthvað gögn og ég gæti ekkert gert, ég gæti ekki skrollað vefinn, ég gæti ekki gert neitt í þeim glugga eða tab á meðan út því að við varum í raun að bíða eftir því að þetta myndi gerast. Þannig að í staðinn þá getum við í raun látið eitthvað gerast
það gerist gegnum e-mail-lúpuna á samhliða því að við getum verið að skrolla, íta einhverja aðra taka, gert eitthvað annað. Og síðan ef við förum til dæmis yfir í forritun fyrir snjalltæki, þá er þetta ennþá alvarlegra og þá máttu ekki til dæmis í Android, þú máttu ekki gera neina hluti sem taka tíma, sem eru til dæmis að sækja eitthvað yfir network eða lesa eitthvað af tækinu eða eitthvað svoleiðis. Þú mátt ekki gera það í main þræðinum út af því að það mun valda því að það mun byrja að koma hikst í viðmótið. Og hikst í viðmótinu, svona eitthvað eins og junk sem við tölum þegar við erum að skoða kvekunina, þetta ég að skrolla einhvern lista, íta okkur takka sem á að sækja einhver gögn fyrir þann lista eða eitthvað og þá kemur kannski svona á 500 millisekúndna fresti eitthvað svona hik í forritið og þetta hik eitthvað sem svona erfitt að skilgreina en gerir það verkum að forritið og upplifun verður mun slakari en annars. Og það til dæmis að við erum með eitthvað forrit og við reynum að skrolla hratt í gegnum langa lista og þá allt í einu verður þetta svona eins og slætismynd. Þú sér bara eitt skjá og svo annan skjá og svo annan skjá. Þegar þá hugsanlega ekki búið að útfæra þetta alveg eftir öllum reglum. En þannig að við getum í raun hugsað þetta við erum með synchronous forritun og þá erum við með einn þráð og þá gerist eitthvað, svo eitthvað bið og þá gerist eitthvað og það tekur tíma, svo gerist eitthvað annað, það tekur tíma og við klárum. Svo getum við verið með 2 þræði, þá gerist það bara samhliða í þessum 2 þráðum og síðan verður í raun einhver tímapunkti þurfum við að gera eitthvað til þess að sameina niðurstöðunar. En með í raun asynchronous þá erum við í raun að keyrum við af stað annan hlutinn og svo næsta og svo þegar annar er að klárast þá gerum við eitthvað við þar niðurstöður og síðan eitthvað við hinn hlutinn þegar hann klárast. Og allt gerist á einum þræði. Og við ætlum að skoða 2 leiðir til þess að vinna með þessa asynchronous forritun. Önnur að nota callbacks og hinn að nota promises. En callbacks eru þannig að við erum með eitthvað fall sem tekur langan tíma og við látum það fall fá eitthvað callback fall sem að það á að kalla í þegar það búið að vinna vinnuna sína. Þannig að þá erum við að segja kæra fall, gerðu þitt þeng og þegar þú ert búinn kallaðu þá í þetta fall sem ég læti fá með. Af því að við getum föll gildi í JavaScript og við getum þá settu með og þá bara veit fallið þegar það er búið að það er að kalla í þetta og ef það er ekkert callback fall eða argument þá gerir það ekkert í lokin. Og þá gerist eitthvað sem tekur tíma og þegar það er búið þá kallaði þetta fall. Og þetta fall gæti síðan hugsanlega gert eitthvað sem tekur lengra tíma, við erum með sitt eigið callback fall og svo framvegis. Og þá höfum við dæmi þetta í JavaScript þar sem við getum í raun keyrt svona hluti sem mun þá gerast í framtíðinni eru set timeout og set interval. Og set timeout það tekur við callback falli og einhverju öðru inntaki sem er þá delay sem er þá fjöldi millisekúndna þar til þá að kalla í þetta callback fall. Þannig að þetta getum við til dæmis notað til þess að setja upp eitthvað sem á að gerast eftir 1 mínútu ætla ég að birta ykkur skilaboð á skjánum. Eftir 30 sekúndur á eitthvað að hverfa á skjánum. Og þá notum við þetta set timeout. En síðan set interval eitthvað þar sem við viljum eitthvað gerist á ákveðna millisekúndnu fresti. Þannig að við viljum á 1 sekundu fresti þá viljum við uppfæra eitthvað timer sem sýnir þá einhverja þú átt eftir svona marga sekúndur og þá getum við minnkað þennan teljara á ákveðnum fresti og þá getum við notað set interval þegar við vitum ef það kalli það oft og með að set timeout keyrir einu sinni. Bæði þessi föll skila okkur tölu sem er þá auðkennin á þessum teljara sem verður til einhvers staðar í keisluumhverfinu sem við erum að vinna í og við getum notað síðan clear timeout eða clear interval með þessari auðkenni til þess að slökkva á viðeigandi timerum. Þannig að þá getum við farið að búa til eitthvað kóða sem að keyrir í raun á einhvern tímann í framtíðinni. Þannig að þá getum við keyrt þetta hér og svo bíðum við núna
við fáum núna eftir 5 sekundur og síðan 3 sekundur og svo sekundu setna fáum við loka alertið. Og ef við skoðum í raun hvað að gerast hérna, þá sjáum við að við erum að klírum þetta bara og gerum hérna aftur. Þá er þetta það sem við erum að gera í grunninn hérna. Við erum að segja set timeout, það keyrir þetta vakna og það er eftir 5000 millisekundur eða 5 sekundur. Síðan það sem að gerist enn frekar er að þegar það keyrir, þá er keyrt annað set timeout sem að keyrir næsta vekjara hjá okkur og það gerist eftir 3000 millisekundur og síðan seinasti keyrir þá eftir að hann keyrir og keyrir í 1000 sekundur 1000 millisekundur segi ég eða 1 sekundu. Þannig að þetta er innávið. Það byrjar ekki á innsta og vinnur sig út, heldur byrjar yst og vinnur sig inn. Já, nákvæmlega. Þannig að þá fyrir við að fá svona, og þetta er í raun, það verður svolítið ruglandi að horfa á þetta og því þetta verður svolítið svona, þetta fyrir að kóðun okkar fer alltaf lengra og lengra til hægri. En síðan getum við alveg hugsað, ok, nú erum við að búa til einhvern svona snúser og við ætlum bara að gera þessa hegðun almenna. Við erum alltaf að gera það sama, við erum alltaf að byrja ykkur skilaboð, við erum að býða ykkur ákveðin tíma, okkur búum bara til fall fyrir þetta. Og látum það fall þá taka við einhverju callback falli. Þá getum við gert þetta aðeins læsilegra. Þá getum við búið til þetta hérna fall sem er þá almenni snúserinn okkar. Hann tekur við einhverjum sekundum og þá hættum við að hugsa þetta í millisekundum, hugsa þetta í sekundum hérna. Tekur við einhverju messagei og tekur við einhverju callbacki. Og þá segir þetta í raun bara, þetta fall býr til timeout sem alertar messagei okkar eftir s sekundur. Ef það er callback, þá köllum við callbackið, annars gerist ekki neitt. Þannig að þá getum við í raun búið til eitthvað sem lítur aðeins svona, betur út. Snúsaði 5 sekundur, segðu þá að vakna 3 þetta og svo í lókum þetta. En þetta er aftur svona svolítið mikill inndráttur í gangi hérna. Og við getum í raun komist fram hjá þessu með því að nota annað koncept yfir þessi svona asynchronous forritun sem er að nota promises. Og promise er hjúpun gildi sem mun verða til í framtíðinni. Þannig að þetta promise er loforð að eitthvað muni verða þarna í framtíðinni. Það er ekki þarna núna, eða það er hugsanlega eitthvað þarna núna, en við vitum það ekki, en þetta er eitthvað gildi hérna sem að mun innihalda niðurstöðuna úr þessu sem þú ert að biðja á einhverjum tímapunkti. Og líka, by the way, ef það kemur upp einhver villa, þá getur þú látið mig vita hvernig ég var meðhöndla þá villu. Og þetta getur gert asynchronous forritun auðveldari, en þetta er svona öðruvísi hugtak, að við erum í raun að vinna með eitthvað sem að verður til í framtíðinni og þetta er svona annað paradigm sem er hægt að fara dýpra í, þetta er eitthvað svona tengt svona monads og eitthvað svona miklu dýpri og áhugaverðari svo sem forritunarpælingum. En í grunninn er þetta ekkert svakalega svona scary eða erfitt að vinna með. Þetta er í raun bara svona öðruvísi hugsunarháttur. Og þetta er í raun það sem að flest ný API sem að vafrinn býður upp á eru að nota. Þau eru svona promise-based, á meðan að eldri voru að miklu leyti callback-based. Þannig að ef við erum að fara að nota eitthvað til dæmis eins og ég ætla að biðja vafranum að gefa mér stöðuna á notandanum, fá þetta upp sem það kannski sé svona poppar upp gluggi sem spyr hérna þessi síða vil vita hvað þú ert og þú segir já eða nei. Ef þú segir já, þá er eitthvað promise uppfyllt og það er þá uppfyllt með gildinu sem er staðan þín. Ef þú segir nei, þá farið villu sem er nei, notandinn vildi ekki leyfa þér að fá staðsendinguna. Og þegar við skilgreinum promise, þá erum við að búa til eitthvað promise, þannig að við erum að búa til þetta loforð og þá segjum við resolve, sem er þá þegar eitthvað klárast, þá er þetta það sem gerist þegar við resolveum þetta promise, þá skilum við einhverju gildi og það gildi getur verið bara
boolean eða strengur eða bara hlutur, það bara eitthvað jáskvætt gildi, eða reject sem þá í raun það kom upp eitthvað villa og þá það í raun þess að tvænt, hér gildið eða hér villan. Og þegar við síðan vinnum með promise, þá erum við að taka á móti promise frá einhverju sem búin að skilgreina promise sem með þessu resolve og reject. Og nú erum við að fá það í hendurnar og það sem við getum þá gert að segja promise, þegar þú kæra promise sem ég held hér á eða með, þá þegar þú klárar þá átt að gera þetta hér. Og þá skilgreinum við það með then sem í raun með síðan falli, með callbacki, það þarf alltaf að vera eitthvað fall sem vinnur, sem keyrir kóða eftir eitthvað klárast, þannig að það þá þetta. Þegar þú klárast, þá áttu að keyra þennan kóða. Og þá kemur í raun inn argumentið sem þá skilagildið úr resolve-inu. Eða við segjum hérna cuts á promise okkar, sem þá, ef eitthvað kemur upp á, þá þetta kóðun sem áttu að keyra til að vinna úr villinu sem kom upp. Og þá villan sem argument, sem þá sett líka inn í reject. Og þetta svo bara fall á promise hlutnum sem við skilum. Og síðan getum við tekið þetta gildi, þetta promise gildi, sem tilvikað af þessum promise hlut, og við getum bara tekið hann og við getum fært hann á milli. Við getum bara sendt hann inn í fall og gert eitthvað við hann og bætt við hann og svo framvegis. Og þegar einhver kóði sem einhver stærri keisleikurinn að klárast, þá munir öllum then vera uppfyllt eða öllum cuts vera uppfyllt. Það að segja þau eru öll keyrð. Ok, þannig að þá í einföldustu mynd, þá getum við bara sagt það að 15 hérna promise, þá þetta hérna til að búa til promise og þetta til að býr til resolved promise sem með gildi 15. Þannig ef við keyrum þetta, þá 15 núna promise og það fulfilled og það með gildið 15. Og þá það með eitthvað state og það með eitthvað result. Og þetta í raun bara útfærsluatriði fyrir promisið, en við sjáum í raun að það eru stöður á promisum. Þannig að ég get ekki í raun nálgast gildið nema ég geri hérna 15.then og þá fæ ég hérna unfulfilled eða unrejected. Það hægt að skilgreina það í seinna, en það yfirleitt, við setjum það alltaf í cuts í staðinn. Þannig að þá segjum við inn bara eitthvað hérna, eitthvað value og þá oftast notað svona lambdaföll og þá getum við gert console log value eða unnið eitthvað með gildið. Og þá fáum við í raun þessa stöðu hérna, eða þá fáum við þessa hérna keislu og þetta hér skilur okkur líka promise, þennið hérna, en það sem við höfum áhuga á í raun að fá þetta hérna value. Svo getum við í raun gert svona, þá fáum við eitthvað út úr næsta promise en það gerði ekki neitt, eða við getum sagt 15 aftur eitthvað annað hérna og þá að gera value sinnum 2 og þá getum við í raun unni með þetta. Þó svo við höfum einu sinni í raun kallað á then við það skiptir ekki máli, við getum alveg gert eitthvað annað then síðan sem síðan bara vinnur með gildi sem hvort sem það komið eða ekki. Í þessu tilfelli þá það alltaf komið þegar við resolvum það strax, en við getum í raun unnið síðan með það með eins og ofta við viljum, svo lengi sem það í raun skilgreint. En ástæðan fyrir því að það gott að nota þessi promise það að forritin okkar verða skýrari út þegar við hættum að vinna bæði með lógíkina sem að gera eitthvað í gildið og villumeðhöndlun á sama tíma. Þar sem við getum í raun aðskilja þetta. Eitt í then og hitt í cuts. Þegar ef við til dæmis myndum hugsa að hérna snúsdæmi okkur á hann, þar sem við vorum í raun komin hana inn í indention á 3. level. Ef að það gæti hugsalega við með eitthvað villustate sem við þurftum að meðhandla, þá væri við komið með svona mjög mikið indregin kóða sem oft kallað callback hell, sem getur þá lítið einhvern veginn svona út, þar sem við erum með eitthvað. Það einhver staða sem við þurfum að athuga. Ef hún í lagi, þá höldum við áfram. Ef hún í lagi, þá höldum við áfram. Annars einhver villa eða einhver villa. Þannig að þá erum við farin að sjá hérna 1, 2, 3,
4 level, aftur út, annað 4. levels og hérna. Þannig að lesa þennan kóða verður rosalega mikið fram og tilbaka og verður bara þetta verður svona eins og að strengi á milli margra hluta og reyna síðan að rekja sig eftir strengnum. Þetta er ekki skemmtilegt. En með því að nota villumeðhöndlun og promisunum þá getum við sett alla villumeðhöndlun okkar bara í CATS-fallið og allt sem þar á undan í rauninni í then mun triggera þetta CATS. Þess að við sáum þetta, then skilaði promisi. Þannig að við getum í rauninni verið með promise sem uppfyllt í then og skilur öðru promise sem uppfyllt í then og svo bla bla bla, bara alveg alla liðið niður. Og svo bara í lokin eitt CATS og ef eitthvað kemur upp í öllum þeim kóða sem undan þá tekið tillit til þess í senasta CATS. Þannig að þá getum við búið til eitthvað svona aðeins flóknari kóða þar sem við ætlum að vera núna að nota eitthvað fall sem að býr til skilaboð í framtíðinni og það sem sagt segir eftir það tekur við message og það skilar sem sagt promise, þannig að svona búum við til promise og svo við munum ekki mikið vera að vinna við það, við erum mun meira að taka við API-um sem að skila okkur promisum. En við sem sagt ætlum að búa til nýtt promise til þess að geta séð aðeins hvernig við vinnum með þau. Þannig að við skilum nýju promisi og þar inni sem sagt fall sem að sem sagt skilgreining hvað gerist þegar við resolvum það og þegar við rejectum því. Við ætlum að segja ef við fáum inn messageið foo þá ætlum við að rejecta því strax og segja bara kasta villu. Þannig að þetta við notar sama og try CATS. Við búum til nýja villu sem við sendum inn í reject. Þannig að öll CATS sem munu vera skilgreind á promise út úr þessu falli og lendi því að kallið það með foo, þau fá þessa villu til sín. Síðan ætlum við að nota set timeout inni, þannig að nú getum við sett inn í þetta promise í raun eitthvað sem gerist eftir 2 sekúndur og það í raun að segja eitthvað skilaboð frá framtíðinni og þá í raun setjum við bara inn í timeoutið, resolve, skilaboðin og tímasetningin. Þannig að hérna erum við að núna nota tvær hugmyndafræðir úr þessum asynchronous og þessum JavaScript heimi sem í rauninni þetta hér að búa til closure utan þetta fall sem þýðir þá að þegar þetta fall keyrir eftir þessar 2 sekúndur þá mun það hafa aðgang að þessu message út því að það búið að búa til lokun yfir það þegar þetta fall búið til eða sérlega þegar þetta fall búið til og síðan erum við að nota promise og það líka með lokun yfir þetta resolve fall. Þannig að það hefur líka aðgang á því þegar það klárar. Þannig að eftir þessar 2 sekúndur þá verður þessu promise resolvað og þá getum við sagt þetta future message, eitthvað message, then message console log og message, eða gert eitthvað við það. Þannig að ef við keyrum þetta og staðfestum að þetta virki eins og ég var að segja ykkur þá búum við svo til þetta og þetta er raun bara eitthvað future message, það raun gerir ekki neitt, þetta er bara fall. Síðan köllum við í það með þessu og þá er þetta búum til þetta hér og síðan þegar þetta er uppfyllt þá gerist eitthvað. Þannig að þá fáum við núna promise pending og síðan 2 sekúndur seinna kom hi from future. Þannig að þarna bjögum við þetta til, fengum gildið og síðan köllum við í then. Og þá getum við að samaskapi bætt við villumeðhöndlun og ef við myndum vilja fá þetta skilaboð foo þá vitum við svo sem ekkert sem neytendur á þessu future message falli að það mun kasta villu. Þannig að við setjum í raun bara upp einhvers konar, þetta er varnaglinn okkar. Ef eitthvað kemur upp á, þá viljum við að við fáum villuna svona. Þegar ef við gerum þetta hins veginn, sleppum því að hafa CATS, þá gerist bara sama á áðan með try CATS, að villan kemur upp, hún athugar, ykkur til þess að takast á við mig? Nei, þá fer hún bara upp keðjuna, þannig að hún kemur í raun bara í keyslumhverfið og þar er bara þetta uncaught promise, uncaught in promise error.
Þannig að þá sjáum við hérna, við kölluðum í þetta í Anonymous, í þessu kynslungur hérna, kölluðum við future message, sem var þá skilgreiningun okkar hér, sem síðan ennþá frekar kallaði í new promise, sem var þetta hér, sem síðan ennþá frekar kallaði í Anonymous fallið, sem þetta hér. Þannig núna erum við komin 4 á dýft inn í þennan call stack og við sjáum hérna við erum með Anonymous, New Promise, Anonymous, Future Message, Anonymous. Þannig að þetta getur orðið þegar við erum með svona langan call stack sem getur jafnvel orðið 20 eða 30 eða 40 línur lengt. Þá getur þetta orðið svolítið tricky að lesa út úr þessu. Þannig að þá oft gott sko að passa sig upp á að gefa góð skilaboð og í raun reyna að setja villumeðhöndlunina eins nálægt í það sem að villan getur átt sér stað og við getum. Þess að þessi svona minnka problem space sem við erum að leita að villunni í. En ef við setjum cuts, þá það bara eins og setja try cuts utanum, að þá fáum við í raun no foo hérna og það gerist strax. Þó svo að við höfum hérna sagt að þetta message sé að gerast 2 sekúndum í framtíðinni, þá í raun gerist það bara strax og við dílum við það hér. Þá promise okkar fulfilled, en síðan getum við líka sagt bara eitthvað hérna const f jafnt og future message hi og þá erum við með það f hérna sem pending og síðan leystist úr því, þannig að núna það fulfilled, en út af því að við settum ekkert then, þannig að það var aldrei gert, það var engin kóði sem var bundin við promise að hann ætti að gerast þegar að þetta væri liðið, en ef ég núna gera þess að f.then eitthvað console log þá fæ ég þessi skilaboð, en þetta þýðir þá líka að ef við hreinsum hérna og förum tilbaka og tökum aftur þetta hér fall og gefum okkur aðeins meiri tíma hérna, 10 sekundur og ég segi const f jafnt og hérna svona þannig að núna þegar ég búið þetta og nú hef ég raun 10 sekundur og þannig að núna ger ég hérna f.then þetta, þannig að núna raun already declared, þannig að þetta klikkaði hjá mér, byrju, ef við reloadum hérna, gerum svona, gerum síðan svona, nú þetta í raun að keyra og nú ég seinna að koma inn, það var ekki búið þar í solva, þannig að ég bætti við then þá og núna í raun keyrið þetta. Þannig að ef við gerum þetta aftur og við segjum núna bara ff og ég geri svona og ég festi bara eitthvað nokkra þarna, 5 gaura við, eða 6 gaura, þá fekk ég í raun, þegar að promise var í solvað, þá fekk ég bara 6 then sem öll tóku við og öll keyrðu einhvern kóða þegar þetta var búið. Þannig að við erum í raun ekkert bundið við að setja 1 then við kóðan okkar, við getum sett þessu mörg og við viljum og öll munu keyra þegar að promise verður í solvað. En promisein geta verið í þessum 3 stöðum hérna sem þá þetta pending, fulfilled og svo rejected þegar það er búið að hafna því með villu og þá getum við verið þá getum við athuga hvað í gangi, en yfirleitt þetta er bara eitthvað implementation detail fyrir okkur. Við segjum bara gerðu þetta, þegar það er búið, láttu mig vita og ég keyrðu þetta og það er það sem við viljum. Já, þannig hérna bara þetta dæmi sem við erum að taka svo sem, en þá getum við núna refaktorað aftur snúsfallið okkar yfir í það að vera nota promise og þá erum við komin með kannski ennþá snirtilegri API á það og það er þá í raun að segja snúsaðu, alertaðu síðan og snúsaðu svo aftur
alertaði síðan með messageinu, snúsaði síðan aftur og alertaði síðan með messageinu. Þannig að þá þetta í raun hægt að vera svona mikil inndráttur, sem þetta callback hell, heldur erum við í raun með eitthvað sem að lítur í raun, við getum lesið þetta bara svona línu fyrir línu. Gerðu þetta, síðan gerðu þetta, síðan gerðu þetta, síðan gerðu þetta. Og þá fáum við sem sagt eftir 5 sekúndur og svo 3 sekúndur og svo 1 sekúndu. Og getum þá gert þetta allt í einu. Síðan eru svona hjálparföll fyrir promise sem að við getum lent í því að við viljum til dæmis vera með mörg promise og við viljum í raun bíða eftir þeim öllum. Við erum hugsanlega að sækja gögn úr 3 vefþjónustum eða eitthvað svoleiðis og við viljum í raun bíða eftir að öll gögnin séu komin áður en við birtum notandanum einhverjar upplýsingar. Þá getum við notað promise all og þá í raun tekur það við fylki af promisum og skilar einu promisi fyrir öll fylkin. Það sem að ef eitthvað er að rejectar þá rejectar það promise. En síðan ef öll er í lagi þá fáum við tilbaka fylki sem er raðað á sama hátt og upprunalega fylkið með skilaboðunum í. Síðan getum við verið með promise raise. Það er svona kannski ennþá sjaldnar sem við þurfum að grípa til þess, en það eins og raise gefur til kynna, þá tekur það við nokkrum promisum, eða tekur bara við n promisum og skilur okkur þegar að fyrsta promisið resolvar eða rejectar. Þannig að þá getum við sem sagt keyrt hérna eitthvað sem að tekur þá öll þessi hérna promise og býður síðan eftir því að þau öll resolvi. Þannig núna þetta er pending eftir því sem tekur lengstan tíma sem er þetta 5 sekúndna hér. En á meðan þetta 5 sekúndna promise var að klára resolva, þá kláruðu hinn 2 að resolva og í raun biðu bara eftir því að það myndi klára. Og við fáum síðan í raun, fáum það pending, þangað til að í raun þau eru öll fulfilled og núna er í raun, þetta er bara, við höfum ekki resultið hér, heldur höfum við það bara í þessu hérna, í fylkinu, þar sem við í raun getum þá gert eitthvað við og þau eru þá í réttu, þetta var fyrst, niðurstaðan á því er fyrst. Síðan getum við notað raise og þá í raun klárar það bara þegar að fyrsta klárar. Það er það bara eftir 1 sekúndu. Síðan svona allra seinasta sem er svona nýjasta og ennþá hreinlegri leið til að vinna með hennar kóða er að nota async og await. Þannig að við höldum áfram bara að dúndra, ég held áfram að dúndra okkur þessum hugtökum í sambandi við þetta. En í næstu viku verður verkefni og í raun dæmi þar sem við fyrir nánar í því að hvernig þetta er svona í praxis. En async og await er eins og nota promise en leyfir okkur í raun að sleppa við að kalla í then og nota try catch utanum það sem við erum að gera. Og það sem við þurfum að gera þá er í raun að merkja föllin okkar sem async, sem þýðir bara þetta fall er asynchronous og það sem þá gerist er í raun að það fall skila promise. Og síðan þegar við erum að kalla í föll sem eru merkt asynchronous þá notum við að await fyrir framan þau sem að segja þá bara bíddu eftir því að þetta asynchronous fall keyri og haltu svo áfram. Og síðan ef við ætlum að grípa villur, þá setjum við hreinlega bara try catch utanum þessar await statement, await köll hjá okkar. Þannig að þá getum við verið með snúsfallið sem við skilgrindum áðan, sem er bara nákvæmlega eins. Það er með skilur okkur promise og eitthvað svona. Þannig að þetta er þá aðalega fyrir okkur sem erum að neita promisa, sem erum að taka við þeim og gera eitthvað við þau. Er að við getum þá verið ennþá meira kóðun okkar verður og núna lítur hann bara út fyrir að vera í svona procedural kóði sem keyrir bara eina línu í einu. Þannig að þá segjum við hérna, nú erum við að búa til eitthvað fall og það er asynchronous og það er bara, síðan er það bara fall en síðan er hérna alert og þá er þetta hér, það sem að gerist er að það verður til promise hérna sem að lætur keyrslumhverfið stöðva keysluna á þessu falli á meðan að þetta hérna promise bíður eftir að vera resolvað. Þegar það er resolvað þá sér keyrslumhverfið fyrir okkur að vekja fallið, taka niðurstöðunum þessu, skila þeim hingað sem þá verður þetta hérna verður að vakna skilaböðunum sem er þá alertað
og síðan keyrið það næsta og þá það sama, 30 sekúndna bið hér, keyrslumhverfið sér það að leggja þetta til hliðar, gera eitthvað annað með hann, heyrðu, þetta komið, vekur fallið, keyrir þetta og þangað til að það búið að keyra fallið í gegn. Og það sem verið að gera hérna bak við tjöldin að þetta virkar eins og continuation sem svona forritunum paradigm það að taka eitthvað fall og geta svæft það og geta tekið það, lagt það til hliðar og síðan vakið það aftur og láta það keyra með einhverju öðru. En það aftur eitthvað svona sem aðeins seinna í ferlinu fyrir ykkur að læra. En sem sagt, ef við keyrum þetta, þá köllum við í þetta, fáum promise út úr þessu snúser og aftur virkar þetta eins og áðan. Það á 5 sekúndur hérna, 3 sekúndur og 1 sekúnda. En ef við hins vegar búum til fallið án þess að vera með async, þá hvað hann að kasta yfir núna? Sjá. Já, það kom ekki betri villuskilboð eins og í þessu. Að þá fær maður oft hérna að þú getur ekki búið til fall sem að inniheldur await án þess að vera með async, kannski var það. Nei, ok, allavega, þetta virkar ekki, en Jeremías. Þannig að þetta hérna, að búa þetta til, býr til fall sem skilur okkur promise þó svo að við hvergi vísum í promise. Og svo erum við með eitthvað hérna sem eins og áður, þetta future message. Þannig að við skilgrunum það aftur hérna. Svona. Þá vitum við eins og við munum á hann að þetta mun kasta villu. Það mun rejecta ef við fáum en foo og við ætlum að grípa það og annars ætlum við að skrifa út skilaboðin. Þannig að þá getum við síðan kallað í future og þá fáum við strax þetta no foo. En síðan núna í raun búið að uppfylla þetta promise okkar og því var rejected og villumeðhöndlunin varð bara með þessu einfalda try catch. Þannig að allt sem þetta gerir já, við getum ekki nota síðan að veita í global scope, við verðum alltaf að vera með að minnsta kosti eitt asynchronous fall sem að sér þetta. Og async falli skila promise og það sem þetta í raun, þetta async await það sem kallast syntactic sugar. Þetta í raun nákvæmlega sama virknin og að nota promise nema að hafa búið að strá sykur yfir og gera hann aðeins ljúfengari fyrir okkur til að nota. Það búið að einfalda þetta en í grunninn notar þetta nákvæmlega sömu virknina. Og aftur, þar sem við vitum ekki að villa geti komið upp, þá ættum við alltaf að hafa catch. Og þetta sem sagt eitthvað sem ekki lært á einum degi eða einni viku, en eitthvað sem við verðum þetta þetta hugarfar sem við verðum að tileinka okkur þegar við erum að vinna á vefnum. Af því að það allt eiginlega sem gerist asynchronously þar. Það ekkert sem gerist bara gerði eitthvað til þess að ítti hann að taka og nákvæmlega eftir þar þá ítti notandinn að taka hann og ég get gert eitthvað þar í framhaldinu. Það alltaf eitthvað disconnect á milli. Hlutirnir gerast ekki gerast ekki línulega. Og þetta sem sagt bæði fyrir atburði sem þá eins og við erum ítum að taka á vefnum og síðan í þessum Ajax eða Ajax beiðnum þar sem við erum að sækja ykkur gögn yfir vefinn og bíða eftir að þau komið tilbaka til okkar og við vinnum síðan með þau. Þar munum við sjá dæmi með þetta og síðan enn dýpra í vefforritun 2. En ég aftur komin aðeins fram yfir hérna, þannig að við skulum taka núna til 16:50 pásu og tökum síðan eitt dæmi í lokin. Úps, ég ætla ekki að gera þetta.